Góðan daginn, kæru vinir og velkomnir. Við erum að fara í róðurinn okkar og nú vantar okkur smávegis að fæðu og næringu og við rötum orðið um borð og svo sem þar hann ratar á miðin, þekkir fengsælustu miðin sem hægt að finna og sækir auðvitað þangað því allir veiðimenn vilja vera það sem mest að hafa og þessi sem að heldur stjórnvölinn veit öðrum betur hvað það allt saman og þetta eitt af því sem að við höfum lært í gegnum tíðina og vitum og þekkjum og veikleistum ekki í og erum því óhræddir og bangin við að þiggja aðstoð hans vegna þess að við höfum líka góða reynslu af því að þiggja reynslu hans því að hún hefur hingað til aðeins gert okkur gott. Ég held að enginn maður taki undir neitt annað nema að það sem hann hefur þegið þaðan hefur verið honum til góðs og ekkert annað. Og þessi vissa, hún eiginlega aflið og límið í raun og veru sem að skellir okkur saman við þennan einstakling og þú veist auðvitað hvaða einstakling ég að tala. En ef þú hefur ekki ennþá kveikt, þá erum við að tala hér Jesú Krist. Hann aflið sem að við mörg hver, ekki allir, allt og fáir undan, sækistum eftir að vera undir. Því að það afl sem þaðan kemur í raun og veru aflana. Það ræður við allt í þessari veröld sem mögulega og hugsanlega gæti skeð. Þetta afl sem heitir Jesús því meira. Þess vegna segir hann og endurtekur og ítrekar að hann sé ósigranlegur. Það stórt upp í sér tekið. Enginn maður gæti gert þetta. Margir stríðsherrar hafa talið sig vera með það öflugan her, segjum það, og öflugan vopnabúnað að þeir væru í raun ósigrandi. En hversu sem allt þetta öflugt, máttugt og sumpart merkilegt, þá eru þeir ekki ósigranlegir. Þetta hefur nú sagan auðvitað sýnt okkur aftur og mun sýna okkur áfram því að ekkert sem menn gera æðra því sem ræður hér öllu í raun og veru þegar uppi staðið. Og þetta afl aflið sem að við megum fyrir náð hans og miskun, eign okkur, vera undir, sækja til þegar við viljum. Og það alltaf brýningin hjá okkur sem að erum að tala þessi mál og segja þessi orð, að við förum þangað, gerum það sem hann að segja, lærum að treysta honum, lærum að þekkja hann og lærum að vinna samkvæmt þeim vilja sem hann hefur. Þetta tekur allt tíma og þetta gerist mishrætt hjá mönnum af einni ástæðu þeirri að menn leggja sig misjafnlega mikið fram verkið. Eins og við erum margoft að tala hér að þá trú ekkert nema að vinna. Og ég held þú getur alveg tekið undir það með mér að meiri vinna en minni vinna. Getur oft verið bara erfiðisvinna að vera undir. Því það getur oft reynt á okkur að vera þetta trúaða fólk. En þarna kemur hún sjálf til skjalanna og hjálpar. Því að hún, með því að fá að byggja mig upp, segðu þetta með mér, fá að byggja mig upp, þá byggir hún upp þessa mynd sem að ég á af Jesú, ekki bara einhverja mynd, heldur rétta mynd af Jesú sem að orðinu hefur tekist að draga fram fyrir mér og í mér. Þannig við erum ekkert með einhverja mynd af Jesú. En það eitt af því sem hefur verið vandi, að menn eru með alls konar myndir af Jesú
af alls konar öðru en orðið að tala og það því ekki að ástæðulausu að bæði ég og allir hinir sem tölum svona bendum á að vera vel að okkur í orði Guðs. Þetta algjört lykilatriði hvort sem fyrir mig eða þig. Og ég þakka Guði fyrir það að þetta hefur hann sýnt mér. Já, hann gerði það nú mjög fljótlega þegar ég frelsaðist, þá sá ég að ég yrði að bara blína á hann. Og svo hefur maður auðvitað fengið alveg hellings af staðfestingum þetta atriði og þannig að ég í raun og veru hefur kannski aldrei gert en ekki að leggja neitt á neitt hvað þetta varðar. Ég hef nú bara farið þá leið að treysta minni eigin dómgreind og minni eigin trú fyrir þessu en auðvitað berum við virðingu hvoru fyrir öðru allt saman það og við kennum hana fyrstir sem einn lið af þessu að vera í samfélagi við annað trúa fólk. Það ákveðin lykill þar sem fæst til styrkingar og eflingar minni eigin trú. Með öðrum orðum, orðið segir það sjálf, við erum hvort fyrir annað. Við getum aldrei vikist undan þessu ef við erum eina gaufast eitthvað með okkar trú. Þá bara flosnar hún upp með tímanum. Svo fyrir utan það allt saman og lífið sjálft hefur kennt okkur það. Það engum ætlað að vera einn með allt sitt. Akkur heldur þú að Drottinn hafi búið til þessa fjölskyldu mynd og ímynd? Akkur heldur að það sé? Það vegna samfélagsins. Hún sem slík ákveðið samfélag. Og vegna þess að það er svo margt að í dag, þá hefur þessi samfélagsmynd svo mikið brugðist. Og það bara reynt skelfilegt til þess að hugsa það sem það Því að þeir svo eru náttúrulega líka fullt af fólki sem á til alveg svakalega flottar mynd af fjölskyldunni sinni. Og þetta voru allt vinir, þóttu vænt hvorn annan og þegar svoleiðis þá gott umhverfi að vera þar í. Það var líka þá, og það ennþá kannski meira í dag en var, að þar voru sumar fjölskyldar bara upp í loft. Þannig að því miður þá held ég hafi nú ekki verið neitt sérstaklega gott að vera inn í þeim, en þar voru þarna hina líka til, þar sem allt var í blóma hjá. Akkur svona mikill mismunur á? Bara fyrir eftir því hvernig við tökum hlutunum. Hvað við gerum til þess að sætta og hvað við gerum til þess að vera sjálf til friðs og allt saman það. Þetta svo mikið upp á okkur sjálf komin, hvernig allir svona þættir eru. Þannig að þú getur aldrei bent á neitt nema sjálfa þig og hvart sjálfa þig til þess að ég skal allavega vera í lagi. Þá allavega einn í lagi. Og hann getur nú gert alveg helling inn í svona umhverfi þar sem einhver ólga og stífni og þvergirðingur. En þetta eitt af því sem að það þessar sundruðu fjölskyldur. Akkur gerðist það, við vitum alveg akkur það gerðist. Við vitum að rótin að þessu öllu saman guðleysi. Og þessi árátta manna íta Kristi allstaðar út. Hvað haldið þið annað en að það hafi ekki afleiðingar? En við þurfum ekkert að vera hissa á því þó þetta sé eins og það Og miskunnarleysi slíkt að við höfum aldrei þekkt annað eins. Og það engin meðöngun eða samkennd neinstaðar til. Ef hún einhvers staðar, þá hún í kirkjunni meðal okkar. En sumum finnst hún nú það saman allt vera í svona skötu líki. Þannig að við getum alveg svona lært alveg helling af því sem við erum að nema. Og getum alveg lært af því sem við höfum reynt. Við eigum að læra af því og við auðvitað lærum af því það annað ekki hægt, annað illmögulegt. Þannig að við sjáum að þeir sem að tala orð Guðs, þeir tala ekkert erindisleysu. Þeir tala ekki bara eitthvað út í bláinu loftið sem stenst ekki. Og orðið, þú ratuðu það að orðið búið að vera til miklu lengur en þú. Orðið hefur verið talað svo lengi sem að,
með fyrstu mönnum, við verum aðtúa það þegar Adam og Eva eru uppi til að byrja með, hvað haldið að þau hafi talað annað en Guðs orð? Því þau gengu með sjálfu orðinu. Og það verður allt þetta orð til sem við erum að tala í Biblíunni, þetta varð allt til úr hans munni, þannig að við sjáum að þetta fólk hefur ekki talað neitt nema orð Guðs, það liggur alveg fyrir. En þó að þau töluðu Guðs orð og væru alveg hrein og tær eins og nokkur maður getur verið, þá voru þau nú með hann að blessaða frjálsa vilja. Þetta frjálsa eðli sem að við gátum alveg haldið, en við héldum ekki vegna þess að við höfðum ekki visku til þess. Og Guð gaf okkur þetta að velja, og þau völdu rangt og gátu ekki staðið á því sem Drottinn sagði, vegna þess að það er svo margt í manninum sem er að leika hann út og suður og gera alls konar sem ekki er á að gera. Og hann er með þeirri áráttu að geta valið, sagt já eða nei, verið í þessu og hinnu, og hann er í þessu og hinnu, en því miður þá gerist það að það er ekki allt saman rétt sem hann er að gera. Það er nú bara þannig. Og þess vegna líka er þetta allt saman eins og það er. Að því að menn er ekki að gera rétt, velja ekki að gera rétt, að þeir vilja ekki gera rétt, það er nú bara það versta við það, þeir vilja það ekki. Og þess vegna verðum við að beisla viljan okkar undir vilja Guðs, og þá förum við að læra hvað hann vill, og það er alltaf réttlætið í öllu sínu veldi, sem öllum sem að þekkja og eru í taka undir að sé gott og sé í raun og veru satt og réttlæti. Þetta er öllum mönnum gefið, en það var allir að vilja þetta, og ekki bara vilja þetta, heldur þjálfast upp í því að vera þetta. Þá líka kemur út úr því alls konar góð verk og yndislegheit sem okkur líður öllum vel í, og hverjum vill ekki líða vel? Ég benti mér á hann sem vill ekki líða vel. Ég þekki ekki mann eða konu sem vill ekki líða vel, en ég veit fullt af fólki sem líður ekki vel. Er reitt og biturt inn í sér og finnur sér allt í foráttu og það er allt öðrum að kenna nema því sjálfu. Þetta er svona eitt af því sem við erum að glíma við alla daga. En Drottinn veit af þessu. Hann kom til þess að koma gegn þessu og hefur gert það í mörgum tilvikum og til fullt af fólki sem er ekki þetta reiða bitra fólk, en öllum hættir til að verða þetta vegna þess að þetta er svo nálægt okkur. Þannig við sjáum, ef við verjum okkur ekki vel af trúnni Jesú Kristi, þá eru okkur nú ekki allir vegið færir að þessu góða fara og fullkomna, það er alveg ljóst, en við getum það alveg. Við getum alveg orðið það. Ef við verðum það ekki, nema við viljum það sjálf, og hvað viltu gera? Þetta er alltaf spurningi sem að dynur á manni frá morgni til kvölds, hvað viltu sjálfur gera? Og hvernig viltu sjálfur akta og hegða þig? Eins og svín? Ég held þú viljir það ekki, en hegðar þér eins og svín. Kannski gerur þú það. Þá ert þú ekki á góðum stað, minn kæri vinnur. Vilt ekki breyta þessu? Alveg örugglega. Alveg örugglega ef þú sæir það, þá myndir þú vilja það. En þú sér það líklega ekki, þess vegna hefur ekki neinu að breyta. Og þetta er vandinn sem við erum að eiga. Við þurfum að sjá til að breyta. Og það er eitt af því sem orðið vill gera. Það vill að við sjáum. Og það vill gera meira og gera meira. Það fær okkur til þess að sjá. Þannig er nú orðið. Því að það birtir okkur ljós og það birtir okkur sannleika. Og þeir sem þekkja málið taka undir þetta sjálfsögðu, en hinir gera það líklega ekki, en hvaða máli skipta þeir? Þeir eiga ekkert að stjórna því sem að við þetta trúaða fólk erum að gera. Við leiðustum að vilja Guðs. Hann skiptir máli. Hann skiptir máli og orðin sem hann hefur inn í kringumstæðar að segja, þau skipta máli. Ekki einhverjir beiskir og reiðin menn sem ganga niðurlútir og fólk sýllir. Við biðjum þetta fyrir svona fólki, en þetta fólk er til. Kannski ert þú þessi manneskja
þá ert þú á góðum stað því að Drottinn að tala til þig. Hann segir, ég hef lausn fyrir þig, væni minn. Viltu það? Og ég beði að segja bara já við því. Og þá ert þú bara komin inn, minn elskaði vinur, og getur farið að lesa þig til það, hvernig þú nálgast þetta verkefni sem heitir trú. En þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur af því og ekki ég heldur, og því síður ég. Því að Drottinn komin með því í fangið. Og hann mun annast þig rétt eins og hann hefur annast mig. Hann mun gefa þig rétt eins og hann hefur gefið mér. Og þú mun fara að sjá að það til annar veruleiki heldur en veruleikin sem þú hefur lifað við og búið við. Þannig að þú sér það er ekki til alls, það er ekki, ég meina það framundan fullt af góðum hlutum. Þú voru þó bara vilja þetta góða sem framundan. Og við erum hér að benda þér á lifandi Guð, hinn uppreisna Jesú Krist, sem þetta allt. En þú velur, eins og við vorum að tala áðan, ég get ekkert valið neitt fyrir þig, en ég áskil mér alla rétt til þess að tala eins og ég tala, og það geri ég, með vilja Guðs. Þannig að við hættum ekkert að blessa fólk, það. Ég held ekki, ég held við séum bara aldeilis ekkert að hætta því. Ég held miklu frekar að við munum vaksa ásmegin í þeirri deild og það eiginlega ekkert sem segir mér annað en að það verði. Hver ætlar að hindra það? Og hver ætti að vilja það? Já, ég þekki ekki þá manneski sem í raun og veru vill það. En ég þekki fólk sem út úr reitt og bitur. Og það beist í sínu hjarta og fullt af einhverju sem það ætti ekki að vera fullt af. Af því það í þannig umhverfi, það lifir þannig lífi, það í þannig þanga að þetta bara vaðandi allt í kring. Og það segir nú líka, og við vitum að það þannig, að líkur sækir líkan heim. Þetta nú bara því miður allt og mikill sannleikur. Við sækjum í það rann og það í þann hóp sem svona líkur okkur. En hvernig svo hópur? Sumir hópar eru lofandi Guð. Og þér líður best það, að því þú ert að sama flokki og þetta fólk. Akkur ert þú í þessum flokki, að því Drottinn valdi þig í þennan flokk. Þetta allt verk Guðs. Núna leikur birtan þig, að því Drottinn valdi þig og hann ljós. Sumir fara með að sjálfa sig í alltaf átt og endalaust myrkur og svo eru þeir komnir í þreifandi myrkur á þess að taka eftir því að þeir séu í öllu þessu þreifandi myrkri. Og hugsanir eftir því ekki góðar. Þetta veruleikinn í dag. Og þetta spika myrkur, það fer vaxandi heldur en minkandi. Þannig það mikið verk fyrir okkur að vinna sem erum undir áhrifum frá lifandi Guði. Það engin spurning um það. Svo það síðan spurningin, hvað gerum við? Ég þekki marga menn og konur sem eru mjög í þessum málum. Eru virkilega dugleg að breiða út orðið, tala orðið, uppörva og hvetja. Ert þú í þeim flokki? Já, þú svarar því, mér varðar ekkert það í sjálfum sér. Það væri betra fyrir þig og alla í kring ef svo væri. Það bara engin spurning um það. Það ósköp erfitt við það að eiga ef menn vilja það ekki. Og ef þeir vilja það ekki en sjá það ekki, þá var nú ósköp lítið sem við getum gert. Nema þá bara halda áfram að gera það sem við erum að gera. Og það vegna þess að við bara horfum á Jesú. Við erum undir verndarvæng hans og erum það sem hann Get ég það? Og ég það. Það bara þannig. Þú getur alveg verið það líka. Ég valdi þetta ekki sjálfur. Ég var bara gripinn. Ég var togaður inn. Þannig verður líka með þig. Þegar þú kemur, þá verður þú togaður inn. En þetta byrjar allt á einu stað og veistu hvernig? Þú heyrir og það gerist eitthvað við það sem þú heyrir og þá ég að segja þér þá gleðifrétt að Drottinn að eiga við þig.
Og þegar hann búinn að læsa sinni ljúfu hönd í þig, þá sleppir hann henni ekkert. En það getur tekið einhvern tíma frá því að þú verður hans var, þú vitir ekki hver það var sem snarti, þú munt komast að því seinna, því hann klárar sitt verk, en það getur alveg tekið þess vegna ár þangað til að það allt saman gerist. En verkið hafið og það byrjaði þarna, þegar þú heyrðir fyrst, og þegar við tölum að heyra, það eitthvað sem að gerist í hjartanu sem að þú áttar þig á að það að heyra frá Guði. Þú heyrir alveg fullt af hlutum. En við erum ekki að tala um það. Við erum að tala um einhvað sem þú snertist af í hjartanu. Hefur snerst í hjartanu. Ég veit það ekki. Kannski þetta snertast af í hjartanu núna. Og þá hægt að gleðja þig með því að það eru góðir tíma framöndun hjá þér og miklar breytingar og öllu og engu sem að þið óraði ekki fyrir en þú stefnir núna í. Þetta það sem Guð gerir. Þetta það sem hann hefur alltaf gert og þess vegna draugumst við að honum. Við allt sem þekkjum hann. Við draugumstum að honum og við draugumstum að því sem Drottinn að gera og hann hefur gert samfélag, hann hefur búið til samfélag fyrir mig og þig sem okkur líður vel í og okkur á að líða vel í og við eigum að vera með sjálf okkur í því lagi að okkur líði vel þar því að við erum einn af hópnum, munum það og allir í hópnum í lagi, við sjáum það verður ekkert nema gott úr því. Það getur ekkert orðið neitt nema gott samfélag. Við töluðum áðan hér fjölskyldum myndina sem að ég segi og þú líklega tekur undir með mér að hefur verið hoggið alveg svakalega í. Og það svona margar fjölskyldur brotna en samt eru ekkert allar fjölskyldur brotna. Það alltaf einhverja fjölskyldur í lagi og ég get alveg lofa þér því að þar líður fólki vel. Því þykir vænt gott annað og það vill eiga þennan vinskap áfram. En auðvitað vaxa menn úr grassi og þeir fullorðnast og stofna sína eigin fjölskyldu. Við verum aðtúa að það sem að þeir fengu með sér þaðan mjög líklegt að þeir byggja upp í sinni eigin fjölskyldu. Þannig að hún verður fjölskylda sem í lagi hjá og fólkinu líður vel í sem þar eru og munu koma. Þannig að það allt til þess að vinna að leyfa Guði að svolítið að eiga við sig. Það mikil synd í raun og veru þegar við erum reið út í Guð og hve margir eru reiðir út í Guð í dag. Það væri gaman að fá þá tölu. Hún væri ábyggilega nokkuð há. Af hverju? Af hverju vera reiður út í Guð? Já, menn hafa svo sem ýmis svör og rök við því. En hvers slags rök eru það? Spyr ég nú bara. Það bara rökleysa og ekkert annað. Því að Guð sjálfur gerir ekkert nema það sem gott. Það sem það besta. Þetta það sem við kennum og þetta það sem hann Við kennum rétta kennslu að því við reynum þetta sjálf að þetta. Þetta Guð. Þetta það sá sem að ég þekki. Þetta sá sem að ég þjóna og þreytist ekki við að tala og segja frá. Því að þú þarft að heyra hann. Þú þarft að vera það sem hann Og þú ert, þú ert einhvað sem Drottinn hefur áhuga á. Kannski hann svo eini sem hefur haft áhuga á þér til þessa. En ég lofa þér því að hann hefur mikinn áhuga fyrir þér. Hann veit auðvitað allt það sem þú ert að gera og pæla, alveg svo með mig. Hann dró mig inn. Hann gerði það á þess að ég bæði hann það. Á þess að ég þekkti hann neitt í raun og veru og þekkti hann ekki neitt. En 30 árum seinna þekki hann auðvitað miklu betur. Og sama verður með þig. Ef að Drottinn dregur þig inn, sem ég bið hann að gera, að þá myndu ekki þekkja hann vel til að byrja með, en þegar árin líða og þú ert svona ástunduna samur við þetta, þá myndu þekkja hann miklu betur. Og þegar þú þekkir hann betur, skilur hann betur, veist betur hvað hann að gera, þá verður þú áfjóður í að vera það. Og þú ert daglega á fengsælu miðum á segja, það sem að, þú ert með allt fyrir þig til að móða úr og gera.
En þú auðvitað alveg gerir þetta eins og þú vilt. Það einhver skipanir í gangi. En þetta það sem hann að bjóða. Þetta það sem hann vill gera fyrir þig. Og alla hina sem hann hefur tekið að sér, við öll sem að þekkjum Jesú, við í raun og veru segjum öll sömu sögu. Það eitt af því sem hann hefur tekið eftir og að það engin bilbugur á honum, það heldur engin bilbugur á fólki sem þekkir Jesús. Og akkur ætti að vera bilbugur á fólki sem þekkir Jesús, vitandi hann aflana. Það mun ekkert geta komið í gegn honum, bara ekki neitt, aldrei ekki. Og hann vill að þú bara ígrundir þetta, hann skipar þér ekki neitt, mundu það. Hann skipar þér ekki neitt, en hann talar til þín orð sem að fara í hjartað og frá hjartanu koma mannum hugsanir og þetta vitum við. Hafa verið illar og vondar hjá þér hingað til, en núna fara þær að breytast af því þú ert að leyfa Drottni að vinna á þessum hugsunum sem eru svo illar. Og það mun koma eitthvað gott út úr því að þú ert ekki verri manneskinn hver annar, bara aldeilis ekki. Og svo allt í einu ertu komin á stað, það sem þér sjálfum og sjálfur líður miklu betur inn í þínu eigin skinni. Vissir að því, það hægt að líða betur inn í sínu eigin skinni heldur en maður þekkir. Akkur þekkir maður þetta? Við þekkjum tvo veruleika sem eigum trú. Við þekkjum veruleika myrkus og haturs og veruleika kærleika og miskunnar. Þetta það sem að Drottinn að bjóða. Hann að bjóða þér kærleika og miskun. En þú heldur áfram að muna hitt allt saman og þetta verður eftirleiðis hellings togstreita á milli þessara tveggja afla. Þú munt aldrei losna við það. En þú hefur núna val að vera í þessu ljósi eða vera áfram í þessu myrkri. Það fer ekkert frá þér. Þess vegna þurfum við, bæði ég og þú, að velja að vera undir náð og miskun Drottins í dag. Gerðum það í gær, höfum gert það árin og undan, en nú nýr dagur og við þurfum að gera þetta aftur. Þetta það sem að Drottinn að bjóða. En takt eftir því það eru aldrei neina skipanir. Bara tilmæli, fræðsla sem hann vill að þú takir við og gerir að þínu og þá hefur þú beygt þig undir vilja hans og það er málið. Við þurfum að beygja okkur undir vilja Guðs. Og þetta gerum við að því við vitum að það er bara miklu betra eða miklu notalegra og þægilegra líf að gera það en gera það ekki. Einnig þarna eru engar skipanir, aðeins sjálfvilja verk og sjálfvilja ákvörðun mín og ekkert annað og verður þannig áfram. Þannig við sjáum að við erum á góðri leið, við erum á góðri siglingu, við erum á góðri stefnu, það er bara engin spurningu það. Og þetta er það sem að þú getur gert, þú getur verið með í þessu, viltu það? Ég veit ekkert hverju þú svarar, en þú verður að svara því, ég get ekkert gert neitt meira heldur en bara að segja það frá. Og það skal ég gera og ég skal gera það aftur ef þú vilt. En þetta er ákvörðun þín samt hvað á endanum verður. Og það getur aldrei verið neitt nema ákvörðun þín hvað á endanum verður, eins og þetta var ákvörðun mín að gera það sem ég er að gera. Ég kallaði til verksins og ég geri mína köllun og þú munt skilja það betur þegar þú ert komin inn hvað þetta orð köllun merkir. Og kannski skilur það ekki í dag, en sá skilningu mun koma. En hann kemur ekki fyrir þú ert komin inn í rann Guðs með heilagan anda í þér og trúna uppi. Þá byrjar allt þetta að fæðast og skilningurinn að vaksa á þessu öllu saman. Þannig það er spennandi tímaður, minn elskaði vinu, fyrir þig og mig og okkur öll. Þannig við erum ekkert að baki dotti, við erum ekkert að hætta, við erum ekkert að fara, við ætlum að vera hérna áfram. Svo lengi sem Drottinn vill, þá verðum við hérna áfram. Og það mun engin maður geta stoppa það. Og hver ætti svo sem að reyna það? Ég veit ekki hvað, svo sem menn eru með horn í síðu einhvers, þá var það mig í raun ekkert það. Ég er ekki með horn í síðu neins og Guð forðið mig frá öllu slíku.
En ég skal tala Drottinn við þig og alla hvern sem Það get ég alveg gert og það getur þú líka gert. Og þú getur tekið við þessu allir saman ef þú vilt. Já, ef þú vilt það náttúrulega ekki, þá tekur ekki við neinu. Þú getur bara tekið við því sem þú vilt og velur sjálfur það sem þú vilt. Það getur engin hlutast neitt til það, en síðan má spyrja, en hvað hefur verið að velja? Hvað hefur verið að gera sem hefur svona gagnast eitthvað í lífinu? Ég veit ekkert það. Ég hef gert margt sem hefur gagnast mér í lífinu og það sem hefur gagnast mér mest í kringum trúna. Það verður aldrei frá henni tekið það sem hún á. Og akkur ættu við að vilja eitthvað vera að taka frá henni það sem hennar. Við höfum ekki að taka frá fólki en einu það sem hans en við bætum ekkert við drögum ekkert frá. Svona bara þetta. Það alltaf besta niðurstaða. Og líka í trúnni. En við kennum rétta kennslu, erum þekkt fyrir það að gera það og við ætlum að halda áfram að kenna rétta kennslu eins og hún og eins og hún virkar og hún virkar vel. Hún virkar bara alveg mjög vel vegna þess að við erum með rétta kennslu. Og þess vegna líka erum við að þessu. Við erum samfærð, engin efi, að það sem við erum að gera vilji Guðs. Þú getur líka átt þessa samfæringu. Þess vegna Drottinn að toga þig til sín. Hann að benda á sig. Hann að segja við þig að þú sért verði keyptur, vissirðu það? Að þú ert verðmæt í hans augum. Og hann hefur alveg sérstakt dálæti á þér, vissirðu þetta? En þetta það sem hann segir. Hann segir þetta við alla menn og þetta sannleikur. Þú aðtóa það. Hann dó í þinn stað. Hann dó ekki í stað einhvers hóps. Jú, hóps, en fyrst og fremst þig. Þannig að þú sérð að þú ert augasteinninn hans. Það bara engin spurning. Sérðu sjálfa þig þannig? Ég veit ekkert hvernig þú sér sjálfa þig, en svona sér Drottinn þig. Hann vil bara fá þig til sín. Hann vil fyrirgefa þig syndina. Hann vil setja þig á stað sem góður staður. Það sem þig líður vel á. Það sem þú átt heimili í sjálfu sér. Ert öruggur í öruggu umhverfi. Og okkur veitir ekkert af því. Til að mynda núna á tímum COVID, það mikill ótti. Ekki mér reyndar ekki hvað COVID varða. Ég ekki hræddur við hann, það séð, en ég alveg tilbúin til að gera það sem mér sagt að gera. Því að maður verður auðvitað að vera hyggin manneskja. Þú ræðst ekkert gegn þessari veiru. Hún stútaði alveg á stundinni. Þannig að þú verður að gera það sem þú getur til þess að forðast hana. Og það nú einmitt það sem við erum að gera. Við erum með ákveðin þrif í gangi á okkur sjálfum vegna veiruna. Vegna þess að við viljum ekki að hún ráði niðurlögum okkar. Og við vitum að þetta banvænt sjúkdómur sem í gangi núna og var ekki að deyja á Landspítalanum í gær eða í nótt einhvern tímann, stutt síðan. Þannig að við erum ekkert að glíma við neitt bara eitthvað. Við erum að glíma við ágest sem að við höfum eiginlega ekkert í, nema það með þeirri aðferð sem okkur boðið að vera með. Og það þessi þrifnað. Og nálægði ákveðið millibíl á milli manna og þetta svona viðurkennda reglur. Og gagnast þeim sem eru passast að þetta alltaf erfitt að vera í þessu því að það getur alveg allt gerst í þessu. En þú getur ekki bara veður ekkert inn í þessa hrúgu. Menn hafa svo sem hlegið að þessu, en þeir eru held ég flestinu hættir að hlæja í dag. En fyrst til að byrja með voru menn bara hlægjandi að þessu laumingir þetta væru og svo framvegis. Og sumir aðeins bara fengu þetta. Og voru nú ekki alveg par hrifnir af því og voru nú ekki mjög borubrattir eftir. En þeir læriðu sína leksíu vegna þess að þeir voru kortið komnir með þetta. En sem betur veru voru nú ekki allir sem dóu og fáir sem hafa dái að þannig að hann fullt af fólki reynda búið að deyja enn. En margir svona oppimanna sleppur nú við þetta, sleppur með skrekkin, en eftir, því að þetta hefur sínar afleiðingar. Og eftir því sem að mér skilst, og þú veist jafnvel og ég, þá af þessu sinn eftirleikur. Hjá mörgum ekki öllum, það alltaf þannig, þetta á ekki við alla. Þetta á við einhverja. Þannig hefur þetta líka alltaf verið.
á alls konar við einhverja, en sumir reyndar kenna sér einskis menns og fengu jafnvel í sig þennan vágest á þess að vita það í raun og veru. Þetta er mjög einkennilegur sjúkdómur, má segja, þessi COVID-sjúkdómur. Hann er alls konar, bara hefur á sér birtingamynd eins og mannkynið margt, sýnist mér. En hann er þarna og yfir þessir Guð, Jesú Kristur. Hann gefur okkur æðruleysi inn í þessi mál öll, þannig að þú heldur frá nokkurn í lífinu þínu áfram eins og þú hefur alltaf gert. Er það ekki bara ágætis býti? Mér finnst það, jú. Ég held að þú sett nú alveg sammála mér það ef þú bara fæst við þess að staldra aðeins við. Ég er nokkuð viss það. Þannig að við erum ekkert að tala eitthvað sem ekki stenst og ekki eitthvað sem er ekki. Þú veist að þetta er. Og þú ræður hellingu það hvernig þetta er og fer, þannig séð. Þú gætir alls þrifnað. Þú ert í virðir þessan fjarlægar reglu og svo framvegis. Þú gerir það vegna þess að þú vilt hlífa sjálfum þér við þessu. Þú veist að þetta er óviðráðanlegt ef þetta fer á stað. Og þú vilt ekki vera með í því að þetta fari bara allt óbeislað út allt. En það gæti alveg hæglega gerst. Þess vegna er hvatningin að gera það sem er rétt að gera, og ég held nú að þessi ágætu menn sem hafa nú leitt þetta og stýrt þessu til þessa vitu nú svona nokkurn veginn hvernig að gera þessa hluti. Og ég held að það hafi alveg komið fram að það sem að þeir hafa verið að segja er rétt leiðbeining og rétt kennsla. Það held ég að allir geti tekið undir sem að fylgjast með. En við erum líka með rétta kennslu Guðs orð og Guðs veg. Það er líka hægt að vera með aðra kennslu sem er rétt. Og þú ert að tala Guðs veg, út að hlusta á Guðs veg og pæla í Guðs vegi. Og þú átt að fá rétta kennslu það. Og þú færð hana víða. En þú voruð þá að sækja þangað það sem þetta er. Og þá ferð þú ekki bara einhvað. Ef þú vilt sækja í eitthvað gott, þá ferðu ekki einhvað, alveg sama hvað það er. Þú ferð þangað sem þetta góða er. Og þú veist það að því þú ert búin að reyna það og getur því sagt að þetta sé gott. Þú talar af eigin reynslu og þú sem átt trú, að þú ert að segja frá því besta sem þú hefur reynt og þú ert að segja satt. Þú ert að segja rétt frá, því að þannig er það. Þetta er það sem er. Þetta er það sem á að vera. Þetta er það sem að kemur og þetta er það sem hefur verið. Við erum ekkert að tala eitthvað nýtt hér. Þetta er búið að fylgja mannkyni svo lengi sem það hefur verið á þessari jörð og það er orðið nokkuð langur tími sem að það allt saman byrjaði. Við erum hérna enn og þú ert hérna, núna. Þú varst ekki uppi fyrir 1000 ára, en þú ert uppi núna. Og þú ert að gera það sem þú ert að gera og þú getur gert það sem við gerum hér, tekið við Jesú, fræðst af Jesú, leyft honum að leiða þig og stjórna. En það gerist ekki, þú vilt það ekki, það er alveg ljóst. Þú voru að vilja þetta. Alveg eins og ég þarf að vilja þetta og ég vill þetta. Og þess vegna líka er ég í þessu. Ef ég myndi ekki vilja þetta, þá væri ég ekki til. Þá væri ég einhvers staðar annars staðar. En ég vill það og ég ætla að vera þarna áfram. Það er alveg á hreinu. Ég veit að þú fagnar yfir því, ég er ekki nokkur vafa það. Og ég fagna yfir því að þú ert að fagna yfir því sem ég er að gera. Það er svona vinnur þetta allt saman. Að þetta er gott verk. Við erum að fagna yfir því sem er gott og göfugt en ekki yfir því sem er vont og ljótt. Sumt er vont og ljótt. Við ættum ekki að vilja fagna yfir því, en kannski fagnum við meira yfir því heldur en þessu góða sem við erum að gera. Því að manneskjan er svona dyntin og dantinn í hugsun og þanga. En hún getur söðlað og leyft þessu góða bara byggja sig upp. Og þá er komin inn allt annað þangi heldur nokkuð tímann hefur verið og það er gott mál. Við erum alltaf að læra, við erum alltaf að vaksa, við erum alltaf að gera það sem er rétt og gera það sem er rétt af því að það er rétt. Þess vegna ætlum við að læra það sem er rétt og það sem er réttara og gera það. Við getum alveg gert þetta, við höfum oft gert það, við þurfum bara að halda þeirri stefnu og kveka ekki frá þeirri stefnu. Það er svo margt sem við getum gert sem er gott. En já, ætlum við segjum þetta ekki gott, þetta ekki verið ágætt í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig
og heldur þessu góða verki Drottins áfram og þú ætlar að steyðja hann alveg á bak og brjóst, ég sé það bara á þér.